Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þáttum sumarsins ætlum við að vera með brot af því besta sem við höfum verið að gera í Suðurnesja Magasíni síðustu mánuði. Njótið vel. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Skemmtilegu þáttur framundan. Þar sem við heimsækjum meðal annars líftækni fyrirtækið Algalíf. Það var eitt af mörgum frumkvöðla fyrirtækjum sem á hófu rekstur eða starfsemi fljótlega eftir bankahrun hér á Ásbrú. Fyrirtækið hefur vaxið og það er frekari vöxtur framundan. Komið með okkur inn. Í verksmiðju Algalífs má sjá letskrúðugar leiðslur þar sem þörungurinn er ræktaður í stýrðu umhverfi innanhús með umhverfisvænum orkugjöfum. Úr þörungunum er unnið fæðubótarefnið astaxanthin. Framleiðsla Algalífs á astaxanthini úr örþörungum er umhverfisvæn og ekkert jarðefnaeldsneyti er notað í ferlinu. Notast er við sérstök LED-ljós og tölvustýrð ljósa- og hitakerfi við ræktun örþörungana í lokuðum rörakerfum sem þýðir að vatns, raforku og landnotkun er í lágmarki. Algalíf hefur getið sér gott orð á alþjóðavettvangi fyrir sjálfbærni, gæði og afhendingaröryggi og er orðinn eitt stærsti þörungaframleiðandi í heimi. Mjög fljótlega komist við að þeirri niðurstöðu að astaxanthin væri eina varan sem var þá góð og það var byrjað að þróa aðferðið að rækta astaxanthin eða búa til astaxanthin og við vorum síðan töldum okkur vera tilbúna svona sumarið 2013 og fengum þessi hús hér afhent í lok árs þá og byrjuðum strax að breyta þeim og laga þau og við fengum í nýja fjárfesta á árinu 2013 sem að gerði okkur mögulegt að fara í þetta og við vorum í rauninni byrjuð að framleiða í júní 2014 var svona fyrst verið að uppskera og það var með tækni sem var ekki nógu góð þannig að við þurftum rauninni áður vorum búin að byggja verksmiðjuna þurftum að fara að laga hana og það tók tíma en svo svona smátt og smátt tókum á þessu og náðum framleiðninu upp sem það var lykilatriði og eftir það þá fórum við að huga því að stækka, byrjuðum síðan á því 2015 og vorum svona 2016-17 mjög mikið að vinna í því og síðan kláruðu það samt í rauninni ekki fyrir á síðast ári að setja öll kerfin í gang og núna erum við í fyrsta sinn á fullri afkastagetu og það er rauninni mjög gott að vera komin þangað því að það kemur mjög mikil hagkvæmni með stærðinni og að því að markaðurinn er góður núna þá erum við búin að ákveða að stækka meira og rauninni þrefalda úr þessari stærð sem við erum komin í núna hérna. Rúmlega 100 innlend störf verða til á framkvæmdatímanum 2021 til 2022 í stækkun verksmiðjunnar sem hefst á vordögum. Ársveltan mun eftir stækkunina þrefaldast og tekjurnar fara úr 1,5 milljarði króna í 5,5 milljarð. Erlend fjárfesting nemur 4 milljörðum en eigendurnir eru þekkt norskt fyrirtæki og fjöldi starfsmanna sem nú er 35 og flestir af Suðurnesjum mun tvöfaldast. Í upphafi hófst starfsemin í gömlu húsnæði varnarliðsins þar sem hermenn nýttu hlaupabraut inni við. Við spyrjum Orra hvernig það hafi gerst að verksmiðjan hafi verið sett upp á Ásbrú. Við skoðum ýmsa kosti og á endanum var þetta sá sem var bestur. Það var mjög mikil stuðningur frá bæjarfélaginu. Árni Sigfússon var mjög ákafur í að styðja við þetta og vildi fá okkur hingað og það var gott og svo var Kateko líka mjög jákvætt og gerði þessar byggingar klárar í rauninni þannig að við gátum farið að innrétta þær og setja upp okkar kerfi. Þannig að það skipti mjög miklu máli í staðinn fyrir að bara leigja einhvers staðar þar sem að engin sérstakur stuðningur var fyrir hendi. En þetta var stór þáttur í að við ákvæðum að koma hingað. Eigendurnir eru í Noregi og Orri segir að þeir hafi verið jákvæðir fyrir uppbyggingunni frá upphafi. Þeir eru norskir, tveir menn sem að byggðu fæðubótariðnað framleiðslu í Noregi og þeir keyptu sig inn í þetta á árinu 2013 og tóku síðan allt félagið yfir og þeir hafa verið mjög góður eigandi, þeir hafa stutt við okkur þetta gekk ekki alltaf mjög vel að framleiða og gekk ekki alltaf mjög vel að selja en þeir voru alltaf tilbúnir að trúa á verkinu og trúa á okkur og það hefur rauninni komið okkur í gegnum og það er svona kannski það sem skilur á milli feiks og ófeiks í svona nýsköpun að það er að hafa auðvitað nóg fjármagn og eins að það sé þolinmótt
það sé traust og við höfum haldið því alltaf og ég held að það sé verið að staðfesta það með því að fara út í þessa stækkun. Grunnurinn í byrjun sá að við keyptum til Noregs, það eru svona þörungabanka sem eru reknir og við keyptum glös frá 4 þeirra, gerðum smá tilraunir með það og þessi típa óx best og við erum ennþá að nota þennan stofn og hann keyptur á 150 € fyrir 8 árum síðan. Þannig að hann er grunnurinn að þessu öllu? Já, hann er ennþá verið að nota hann, þannig að þetta er ekkert mjög flókið að afla hráefnanna. Í núverandi verksmiðju þá ræktum við ca. 30 tonn af þörungum á ári, sem er ekki mikið. En af því eru bara rúmlega 5% astasanding. Þannig að heildarframleiðslan okkar á þessu ári verður eitthvað rúmlega 1500 kg af astasandingi. Þannig að þetta er mjög litlar tölur en verðmætin eru mikil. Aðstæður á Íslandi eru að mörgu leyti góðar. Við erum með nóga vatni, við erum með nóga raforku og verðið á henni er ekki mjög hátt. En síðan er annað svona plús og það er umhverfið að við erum með þetta lága og jafna hitastig. Það gerur okkur auðveldara að stýra framleiðslunni bæði af því við þurfum að stýra hitastiginu hérna inni og eins er það þannig að við fáum minna af þörungum og öðrum aðskotalífverum inn í kerfin okkar vegna þess að það sem þrífast vel á Íslandi, þeim líður ekkert endilega vel í 25 til 30 gráðu heitu ræktunarkerfi. Algalíf er hráefnisframleiðandinn og efnið er notað í fæðubótarefni að langmestu leyti. Fyrirtækið er ekki með vörumerki í smásölu og einbeitir sér að framleiðslu hráefnisins, en hverjir eru notendur vörunar? Þetta er fólk sem er oft í líkamsrækt, eldra fólk sem eru svona kannski með vandræði í liðamótum og þetta er í grunninn andófsunarefni, þannig að þetta er gott fyrir þá sem er að æfa mikið til þess að ná hraðari endurheimt og það virkar í rauninni á svona hitt og þetta líka að segja. Þetta líka svona getur virkað sem væg sólarvörn af því að rauninni er þörungurinn að framleiða astasandinni til að verja sig fyrir sólarljósi og það virkar pínlítið á okkur líka. Og þetta er nánast allt sem við seljum fer í fæðubótarefni, svo fer svolítið í húðvörur en okkar aðalmarkaður er fæðubót. Og Orri segir að heimsmarkaðurinn sé góður þessa dagana. Jú, við erum með í heildina einhverja 50 kaupendur en af þeim eru 7 sem að skipta mestu máli, er að taka 80–90% af framleiðslunni og þeim er að fjölga hægt og bítandi og af því við erum að fara að stækka þá viljum við fjölga þeim sem mest til þess að hafa auðveldari söluleið eftir stækkunina. En þetta er svona ákveðin balans, þú þarft að hafa vöruna ef þú ert að bjóða hana og við erum núna með rauninni allt meira og minna uppselt á þessu ári og næsta. Þannig að við þurfum að fara mjög varlega í að lofa. Keilir miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs útskrifaði nærri 200 nemendur úr nokkrum greinum. Meðal útskriftarnema voru hjón á miðjum aldri úr Keflavík og flugmaður sem slasaðist alvarlega við störf á Keflavíkurflugvelli fyrir nokkrum árum. Víkurfréttir streymdu brautskráningu hjá Keili í síðustu viku en hún fór fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ. Útskriftin markaði þau tímamót að 4000. nemandinn útskrifaðist frá Keili og hafa nú samtals rúmlega 4000 einstaklingar útskrifast úr námi við skóla miðstöðvarinnar. Við athöfnina voru útskrifaðir 87 nemendur af háskólabrú, 26 IAK einkaþjálfarar, einnig 26 IAK styrktarþjálfarar og 32 atvinnuflugmenn.
Hjónin Ingvar Ingvarsson og Sigríður Ella voru meðal útskriftarnema á Háskólabrú og okkur leik forvitna á að vita hvernig þeim hafi gengið. Hvernig að fyrir hjónin að fara saman í nám á, ekki alveg gamals aldri en hérubil? Það bara alveg frábært. Það svo gott að hafa stuðninginn frá hvort öðru. Þægilegt hérna námið. Þú getur tekið bara eitt fag í einu og það var einmitt kosturinn sem við sáum í. Ekki vera að hræra í einu hrærigraut með mörg fög, það sem allt fyrir í klessu. Þannig að líst bara mjög vel á þetta. Voruð þið búin að, horfðu á þetta sem mjög erfitt, svona áttu í erfiðleikum í námi, kannski framhaldsskóla áður? Já, sérstaklega ég, eins og ég sem sé með lesblindu og hefur alltaf gengið mjög svona brösulega. Finnst þetta allt bara svona, en svo einmitt þegar ég heyri það því að hvernig þetta hjá Keili, þá getur bara tekið eitt fag í einu, að þá bara, þetta bara tækifæri með mig. Þetta kannski eitthvað sem ég ætla að prófa. Og svo var einhvern veginn svona, á ég að þora ein. Svo bara, ert þú ekki bara til í að koma með mér? Skólabekk aftur. Og svo kom bara, jú, við bara kýlum á þetta saman. Og það bara búið að vera mjög fínt. Ingvar, og hvernig var þetta svo að fara með frúnni í nám? Þetta var mjög sérstakt eftir 20 ára hlé í skóla, en þetta frábær skóli og svona skipulagi mjög þægilegt, taka mestalagi 2 áfangi í einu. Bara hjálpar alveg svakalega, frábæra kennarar, skiptir svo miklu máli. Svo eru fyrirlestararnir og getur spóla bara aftur og eftir í einhverjum vandræðum. Prófum bara mjög þægilega og svona góður grunnur í öllum fögunum fyrir próf, þannig að bara frábær skóli. Fannst þér mikill munur á að fara núna í nám heldur en fyrir 20 árum þegar þú varst að byrja í fjölbraut? Já, bara maður búinn að þroskast og bara maður miklu meira tilbúinn og það bara málið sko. Miklu skipulegri og svona allt önnur tækni bara sem maður notar. Bara mæli heiklust með þessu skóla sko, fyrir alla sem eru að spá. Algjörlega. Eruð þið með einhverja framtíðardrauma eftir þetta? Ekkert planað, allan að maður orðin útskrifaður. Það ekki segja bara að það ekkert planað en ekkert útilokað. Nei, nákvæmlega. Það svona bara, við erum að skoða þetta bara. Bara búið að opnast nýjar dyr og hver veit hvað maður gerir. Ómögulegt átt að sagði. Að vera viðstaddur hérna útskrift í Keili, þá virðist vera mjög góður andi svona í skólanum og í öllu námi hérna, eða öllu námi í skólanum. Hvað vil ég segja um það? Þetta bara alveg yndislegt, frábært og maður fær svo jákvætt viðmót. Það allir sem bara peppa maður svo upp og allt mjög jákvætt. Nemendurnir duglegir að hjálpa stað. Ef þessi skilur ekki eitthvað, þá þessi til að hjálpa. Og bara þetta unnið rosa mikið saman og það einmitt það sem að hjálpa rosalega mikið. Og ég myndi vilja segja við alla, ef þú ert eitthvað að hugsa og hika, þú getur þetta alveg. Bara kíkt á Keili. Það bara klárlega skólinn. En Ingvar, voruð þið hlið við hlið að læra heima? Stundum, ekki alltaf. En svona, bara ef það henda, ef við vorum í sama hóp, ofta var ég allt öðrum hóp en hún. Kannski 4 og 5 önnur saman, þá var ég tímsundi einhvers staðar annar staðar. Þannig að það svona bæði og bara. Þið byrjuðu fyrir COVID, haustið fyrir COVID og lendið inn í COVID og það enda núna þegar COVID að enda. Þannig að þetta búið að vera svolítið svona rússibanni. Já, þetta bara svakalegt sko. Við tókum ekki 1 próf upp frá í janúar. Við náðum að fara í 1 próf, fengum að fara nýnema daginn. Einhver stóðtíma, svo bara allt í lás, allt online bara. Þannig að það breyttist rosalega en aðferðirnar eru svo frábæra hjá þeim. Þannig að þetta bara algjör snilld, hvernig þau takliðu þetta. Líka bara hvernig kennararnir hafa bara haldið svo rosalega vel utanum bara nemendurna sína. Mér finnst það bara alveg frábært. Það skilaðu verkefninu, gerðu það, fylgstu með, hvernig var og þarftu ykkur aðstoð. Ef þú þarft aðstoð, þá jafnvel bara gerður sér tímsfundur til þess að útskýra og bara allt lagt upp úr því að efni kemist til skila. Haldið að séu margir svona, hvað ég að segja, mikið af fólki úti í samfélaginu sem að á svipuðu reiki og þið voruð og að hugsa haldið að séu margir þetta? Já, ég hugsa það. Ég hugsa að séu margir búnir með, kannski, við vorum búnir með kringu 70 einingar eða áður, 60-70. Ég hugsa að séu alveg margir og ef þeir eru að spá, þá bara mæli ég heiklast með Keilur allan daginn. Klárlega. Bara að þið geti þetta. Keflvíkingurinn Sigurður Vigni Guðmundsson er einn fjölmargra sem hafa unnið á flugvellinum og heillast af fluginu. Árið 2014
Líður líklega seint úr minni Sigurðar Vignis en hann lenti í 2 vinnuslysum þetta ár og aðeins með nokkurra mánaða millibili. Í slysinu á Keflavíkurflugvelli starfaði Sigurður Vignir sem hlaðmaður hjá IGS þegar hann féll úr farangurslest flugvélar. Það ekki hægt að segja að framtíðin hafi verið eitthvað svakalega björt fyrir flugmenn í kófinu en auðvitað fólk að horfa fram á veginn, eða ekki? Ég meina það niðursveiflur og uppsveiflur í held ég flestu bara, þannig að sem betur fyrir COVID vonandi að enda að líða hjá, þannig að það kemur uppsveifla aftur, þannig að það allavega jákvæð og björt framtíð í því. Hvernig gekk svo í náminu og hvernig var það? Herðu, námið náttúrulega bara strembið og bara þrautseigjan og maður var alltaf eitthvað að læra, þannig að ég held að ég fara svolítið mikið á þessu bara á þrautseginni og stóð mig bara með prýði að vínum að allavega. Og nú tekur við flug, þú ert að safna tími og annað og hvernig lítur það út? Bara mjög vel, náttúrulega vonandi bara verður gott veður í sumar þannig að maður getur bara flogið eins mikið og hægt sem að bara ég mjög spenntur fyrir sumrinu allavega. Og þetta nú, kófinu að ljúka getur við sagt, þannig að þetta lítur orðið mun betur út með hvað flug varðar. Já, miklu betur. Eins og bara flugfélög eru byrjað að ráða inn bara flugþjóna og flugfreyjur og flugmenn aftur sem bara mjög jákvætt fyrir bara fluggeran í heild sinni. Ertu með einhverja drauma, ákveðin félög eða ættu að fljúga frá Íslandi eða ertu með einhverja hugmyndir? Sko það alltaf, þegar allir byrja í þessu flugnámi þá byrja allir með Icelandair bara efst á listanum sínum. En ég meina, ég vil bara hafa allt opið og bara sjá hvert námi getur farið með mig. Fá menn eitthvað svona, hvað getur við sagt, farið í eitthvað flokka varðandi flugvéla tegundur og svona, því að nú það misjafnt eftir flugfélögum? Nei, það fer bara eftir þegar þú ferð vinnu hjá flugfélagi þá ertu bara settur í kennslu á ákveðnu flugvélu sem í flotanu hjá þeim. Þannig að, en við lærum bara á litlar Diamond 1 hreyfla og 2 hreyfla flugvélar, þannig að það náttúrulega bara þannig. Sigurður, þú átt ekki beint mjög góða minninga frá Keflavíkurflugvelli og lentir í mjög vondu óhappi sem hlaðmaður hjá Íslandi 2014 og síðan í öðru óhappi stuttu síðar. Nú þurfum við að ganga í gegnum heilsuprógram, þannig að þú þarft að standast heilsupróf. Hvernig gekk þetta eftir að þú lentir í þessu óhöppum fyrir nokkrum mánuðum síðan? Sko þegar ég lendi í fyrraslysinu þá bara tók rauninni bara við strembin, bara hvað var það að notaði þetta? Ég þurfti bara að hreyfa mig og bara ná öllum, bara skynjum í löppunum á mér aftur og læra að ganga eitthvað nýtt? Já, læra að ganga eitthvað nýtt til dæmis og það var náttúrulega mjög erfitt að vera 21 árs og þurfa að gera það en ég bara hef alltaf verið jákvæður og aldrei gefist upp í rauninni, þannig að ég bara náði mér einhvern upp aftur og núna eins og ég hef aldrei lent í neinu í rauninni. Þannig að þetta hafði ekki meiri áhrif á þig en það? Í rauninni ekki, ég bara þyngdist aðeins en það mátti alveg gerast. Þannig að ertu með lærdóm í þessu, ertu að koma með skilaboð út í samfélagi, það alveg hægt að halda áfram þó að hlutinni séu stundum svolítið svartir? Já, ég meina, ég hef alltaf verið bara jákvæður einstaklingur og trúi því að ef þú ert jákvæð og góð manneskja þá gerist góður hluti fyrir því. Þannig að ég bara hef alltaf verið í rauninni þannig. Þess vegna var ég líka bara heppinn að vera með góða sem hjálpaði mér gegnum þetta líka. En þegar þú meitið svona mikið sem hleðslumaður hjá Icelandair þá þú varst ekki alveg á þeim tíma rétt eftir það að ímynda þér þá myndir ættir eftir að vera flugmaður? Nei, það var síðasta sem ég hugsaði þá. Þá var ég mikið í körfunni í Keflavík og bara það var það sem ég langaði að gera. Svo kom upp atvik, ég var að vinna í öryggisstjórnstöð upp á flugvelli og sá einn strák, mann sem ég þekki mjög vel sem flugmaður hjá WOW og hugsaði WOW, hann lítur mjög vel í uniforminu, mér langar að gera þetta. Þannig að þá komu þessi ungu draumar sem ég hafði þegar ég var lítill að vera flugmaður eftir. Það náttúrulega ótt að segja að flugumhverfið sé hérna á Suðurnesjum. Já, það náttúrulega, ég held að flest allir sem fara í flugnámi eða eitthvað svona tengt hafa verið að vinna upp á flugvelli og fá bara þessa bólurunni, þessa flugbólu vilja komast í flugi, sko. Þannig að þú sér þig fyrir því í háloftunum innan skamms? Já, bara vonandi sem fyrst. Þá bara þarf maður að klára þetta verklega
klára sér það sem ára eftir. Svo bara vonandi fer maður bara í loftið sem fyrst. Hvað heldur að sé langt þangað til að þú getur farið að sækja starf sem flugmaður hjá stóru félögunum? Vonandi bara snemma á næsta ári ef ég heppinn. Annars bara munur örugglega vera uppsveifla í þessu næstu 2 árin held ég. Þannig að ég ætti að vera góður í tíma. Þannig að möguleikarnir að fá aftur starf, nú vitum við að það eru margir flugmenn sem ekki búin að fá starfið sitt aftur. Þannig að þú sér því svona á næstu örfáum árum komast upp í loft. Já, ég meina að fá starf hjá Icelandair náttúrulega ákveðið lottó, en ég meina að það eru ýmis störf út í heimi og bara líka hjá minni flugfélögum sem eru vonandi að losna fljótlega. Þannig að maður bara bíður og vonar. Fjölmargir nemendur hafa útskrifast sem einkaþjálfarar og styrktarþjálfarar frá Keili á undanförnum árum. Við ræddum við 3 nýútskrifaðar ungar konur úr Heilsuakademíu skólans. Hvað getur þið sagt okkur um námið og hvernig gekk þetta svo? Þetta bara búið að ganga mjög vel. Þetta mjög krefjandi, skemmtilegt og þetta mjög skrítið núna þegar ræktarnir eru búin að vera lokað nánast allan tíman. Þannig að maður þurfti svolítið að improvisa heima í stofu og út í garði og alls konar. En þetta bara búin að læra ógeðslega mikið af þessu. Almenningur kominn aftur á stöðunar? Ég myndi segja að þetta sé búið breytast alveg freka mikið. Núna fólk alveg farið átt að segja að það alveg hægt að bara æfa heima og kannski tekur styttri tíma og þarf ekki að fara á stöðunar. Þannig að það var svolítið okkar að átta okkur á því að það kannski svolítið bara breytti tímar að fólk kannski fer minna en að rækta stöðunar en það auðvitað líka alltaf, helst líka alltaf þannig. Þannig að hugsuðu meira það þá í náminu, breyttist þetta eitthvað aðeins í kófinu? Já, við bara þurftum svolítið að hugsa út fyrir kassan. Við þurftum svolítið að bara hugsa þetta öðruvísi heldur en bara inn í ræktarstall. Að líka bara æfa heima og úti og bara nota það tækjatól sem við höfðum. Styrktarþjálfun í Keili, fyrir hverja hún? Þetta bara ótrúlega flott nám hjá þeim og ég myndi eins og ég sé þetta fyrir mig þá styrktarþjálfun svolítið fyrir fólk sem hefur áhuga að vinna með íþróttafólki og kannski afreksfólki í íþróttum. Á meðan einkaþjálfun kannski með meira bara almenningi líka. Þannig að já, fyrir fólk sem vinnur með íþróttafólki og hópa. Hvernig var námið? Varstu ánægð með það? Já, ég var bara rosa ánægð með þetta. Það náttúrulega COVID bara augljóslega setti smá strik í reikninginn og það voru náttúrulega svona kennarar sem hefðu átt að koma erlendis frá sem við náðum ekki að hitta, sem manni fannst svona svolítið leiðilegt en þau stóðu svo ótrúlega vel að koma þessu í kring og kennararnir allir bara búin að vera alveg frábærir. Þú ert að vinna, tengd stjörnunu í Garðabæ, eða ekki rétt hjá mér og hvaða möguleikar eru í störfum fyrir ykkur eftir þetta nám? Margir í rauninni, bara maður hefur náttúrulega enga að tapa og ég veit bara miklu betur og byggja ofan á bara mína eigin þekkingu og fyrst og fremst þetta var sjúklega skemmtilegt og þá lærir maður bara alltaf eitthvað nýtt Þannig að já, fyrir alla sem hafa áhuga á að hjálpa öðrum að gera betur þá þetta klárlega námið fyrir þá. Styrktarþjálfunin, það að hjálpa íþróttafólki að huga betur að sinni þjálfun í þá mörgum greinum eða öllum greinum? Já, algjörlega. Við getum í rauninni bara aðstoða hvað íþróttafólk sem myndi ég segja, hvað íþrótt sem og og hafa gaman af. Og hvernig var að vera í kófinu að læra styrktarþjálfun? Það var sjúklega skrítið og fyndið, þetta var bara allt. Bara heima, eins og ég sagði hann, setti kærastu minni last á hliðarlaug og stóð á gólfinu og kenna bróður minn að gera arbeigur og hnepur inn í bílskúr og þetta var ógeðslega fyndið en maður bara lærir og þetta var mjög lærdómsríkt verð ég að segja. Og mjög sérstakt, þetta var kannski bara gott. Ég lærði líka bara það að COVID, það var ekkert annað að gerast og maður var kannski frá vinnu þannig að maður gat einhvern veginn gefið sér meira tíma held ég í námið og maður einhvern veginn, sett allt í þetta bara. Já, maður gat bara svolítið einbeitt sér alveg rosa mikið að náminu sem að ég kannski ef maður hefði verið að vinna og lífið verið allt bara á fullu þá hefði maður kannski ekki náði að sinna því eins vel, ég veit það ekki. Af því þetta mjög krefjandi og það margt sem maður þarf að læra og lesa og hlusta og vera viðstaddur og þannig að klárlega þetta gaf okkur meiri tíma bara í þetta.
Leið og þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á að við erum að gefa út Héraðsfréttablaðið Víkurfréttir sem dreift frítt á netinu og kemur líka í pappír og dreift frítt öll Suðurnesin. Við erum að skrifa nýjar fréttir á vaff.is og sömuleiðis nýjar golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti getið þið séð á Víkurfréttavefnum. Það er ágætt að koma inn úr sumrinu og kíkja á eitthvað skemmtilegt efni frá síðustu vikum. En að lokum viljum við hvetja ykkur til þess að kíkja á Reykjanesi í sumar. Það margt að sjá. Og hér margt í gangi. Þökkum fyrir okkur. Verið sæl.